Líkt
Sonar og heilags anda. Eilífi Guð, þú sem ert móðir miskunnsemdanna og faðir allrar huggunar, við komum hér saman auðmjúk andspænis gátum lífsins og hrygg yfir andláti Úlfars Önundarsonar. Þú veist hvaða tilfinningar það eru sem leita á huga okkar núna og við hvaða spurningar við glímum. Láttu þessa helgistund í helgidómi þínum hjálpa okkur að finna fyrir nálægð þinni og kærleika svo að við getum treyst orðum frelsarans, verið hughraust, ég hef sigrað heiminn. Við biðjum í nafni Jesú Krists. Amen. Í Davíðs sálmum stendur ritað: Drottin, þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns. Áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til, frá eilífð til eilífðar ert þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir: Hverfið aftur þér mannanna börn,
Því að 1000 ár í þínum augum sem dagurinn í gær, þegar hann liðinn, já, eins og nætur vaka. Kenn oss að telja daga vora, að við megum öðlast viturt hjarta. Amen. Í opinberunarbók Jóhannesar stendur: Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin, og hafið var ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu sagði: Sjá, tjaldbúð Guðs meðal manna, og hann mun búa hjá þeim, og þeir munu vera hans fólk, og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert hár af augum þeirra, og dauðinn mun ekki framar vera til, hvorki harmur né vein, né kvöl framar til. Hið fyrra farið, sá í hásætinu sat, sagði: Sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Amen. Desert highway, cool wind in my hair, warm smell of colitas rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. There she stood in the doorway. I heard the mission bell, and I
was thinking to myself, this could be heaven and this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor. I thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely face. Plenty of room at the Hotel California. Any time of year, you can find it here. Her mind is Tiffany twisted. She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys she calls friends. How they danced in the courtyard, sweet summer sweat. Some dance to remember, some dance to forget. So I called up the captain, please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely face. They're living it up at the Hotel California. What a nice surprise. Bring your alibis. Mirrors on the ceiling, the pink champagne on ice. And she said, we're all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gather for the feast. They stab it with their stealing knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax at the night, man, we are programmed to receive. You can check out any time you like, but you can never leave. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely face. Plenty of room at the Hotel California. Any time of year, you can find it here. Skulum rísa á fætur og heyra heilagt Guðs spjall. Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer þekkið þér. Lærisveinninn Tómas segir við hann, Drottinn, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður.
Ekki gef ég yður eins og heimurinn, hjarta yðar skelfist ekki, né hræðist. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, sæl eru þau sem heyra Guðs orð og varðveita það. Gjörið svolítið setjast. Og ég hvet ykkur nú til að taka undir í næsta lagi. Stað, ekki leist mér beint á það, og vann hér alla daga, við störfin hér og þar, Ég kynntist fólkinu og ég kunni vel við það, en tíminn hann flaug áfram og yfirgaf þennan stað. Þegar ég kom svo aftur, ekkert hafði breyst, frá því ég var hér síðast, ekkert breyst, Er það hafið eða fjöllin sem að laða mig hér að, eða er það kannski fólkið á þessum stað, Hér á ég nokkra vini og marga kunningja sem eru mér ósköp góðir, allt fyrir mig gera. Fái svart í sauði, búa í þessum bæ, leikur hér í lindin í þessum bæ. Er það hafið eða fjöllin sem að laða mig hér að, eða er það kannski fólkið á þessum stað, Er það hafið eða fjöllin sem að laða mig hér að, eða er það kannski fólkið á þessum stað, Náðu sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Við erum hér samankomin í Flateyrarkirkju til að kveðja í hinsta sinn kæran vin, Úlfar Önundarson, sem lést á sjúkrahúsinu á Ísafirði fyrsta dag júlímánaðar á 67. aldursári. Úlfars er minnst með söknuði og eftirsjá allra þeirra er áttu hann að og voru bundin honum ástar og vináttu böndum. Öll hafið þið átt með honum góðar og glaðar stundir sem þið eru nú þakklátt fyrir, dýrmætar minningar sem munu lifa áfram í huga ykkar og vera sem ljós í hringauðu dagana. Ljós sem huggar og gleður og minnir á að vinátta og kærleikur eru ekki innihaldslaus hugtök, heldur lífið sjálft. Þegar ástvinur kveður þennan heim, kemur sú spurning eðlilega upp í hugan, hvað verði af sálinni og andanum, lífsorkunni sem bjó í manneskjunni. Eðlisfræðin segir okkur að orka verði aldrei að engu. Hún breytir bara mynd. Í því lögmáli er sterk samsvörun við upprisu-boðskap kristinnar trúar. Kristur sannaði fyrir lærisveinum sínum að hann lifði af líkamsdauðan og gaf svo upprisinn
hið dýrmæta loforð, ég lifi og þér munuð lifa. Við dauðan afleggjum við okkar jarneska líkama, en orka okkar finnur sér viðnám eða íklæðist nýjum andlegum líkama, sem óháður ófullkomleika jarðlífsins. Lífinu líkur því ekki við gröf. Í þeim boðskap upprisu gleði kristinnar trúar fólkin, gleðin yfir því að það enginn dáinn, heldur fer mannsálin á annað andlegt lífsvið. Í þeim hug kveðjum við kæran við, minnug orða Jesú, ég lifi og þér munuð lifa. Úlfar var fæddur hér á Flateyri 20. nóvember 1955. Foreldrar hans voru hjónin Önundur Hafsteinn Pálsson og Kristín Guðmundsdóttir. Hún var ættuð frá Patreksfirði en hann var Flateyringur. Heimili þeirra stóð á Eyrargötu 1 í húsi sem í daglegu tali kallast Sandgerði og þar ólust þeir bræður upp, Páll Sigurður, Úlfar og Barði. Við gott atlæti enda foreldrarnir afbragðsfólk, móðirin mikill skörungur til allra verka, kát og lífsglöð kona og því oft gestkvæmt á heimilinu. Faðirinn var dugmikill sjómaður og vélstjóri á bátunum hér frá Flateyri. Allir urðu þeir bræður mikli bílakallar, með brennandi áhuga á tækjum og vélum og fóru ungir að láta til sín taka á því sviði. Þar sem Önundur faðir þeirra var mikið á sjónum, kom það fljótt í hlut eldri bræðrana, Palla og Úlla, að halda heimilisbílnum sem var moskvít gangandi og var það ærið verk. Á grunnskólaaldri kunnu þeir bræður að skipta drif og gera við kúplingu. Óhjákvæmilega kölluðu þessar bílaviðgerðir á að sest væri undir stýri, þó ekki væri nema til að athuga hvort bíllinn gengi rétt. Þetta leiddi svo af sér að þeir bræður voru farnir að rúnta hér bæinn nokkuð áður en þeir höfðu til þess tilskilin réttindi. Það kom því að skólastjórinn, sem var einnig sýslumaðurinn, kallaði þá bræður á teppið til sín og bað þá vinsamlegast að fækka ferðum í klofning þar til þeir væru komnir með bílpróf. Já, snemma beygist krókurinn til þess sem verða vill. Upp úr 20 keypti Úlfar sinn fyrsta vörubíl, Benz 1513, og þar með var starfsvettvangurinn ráðinn. Með hans fyrstu verkum var að vinna við gerð hraðbrautarinnar á Ísafirði, en svo kölluðu gárungarnir veginn inn Skutulsfjörð. Og stærsta hluta starfsævinnar varði hann í útgerð, vörubíla og annara vinnuvéla. Úlli var sjálfmenntaður völundur og allt sem viðkom, viðgerðum og vélum, lék í höndum hans. Þegar hann Úlli kynntist henni Steinunni, átti hann hvítan Benz, sem hann rúntaði oft á framhjá húsmæðraskólanum þar sem hún var við nám. Þau urðu ástfangin, gengu í hjónaband 5. ágúst 1978 og eignuðust börnin sín 2. Svo gerðu hlé á sambúðinum tíma, eða í 2 áratugi. En allan þann tíma var þeim afar hlýtt til hvors annars. Það var svo einhver tíma eftir aldamótin að bræður Úlla fara að taka eftir því að Úlli var alltaf nýrakaður, fínn og strokinn og angandi af rakspíra. Þegar þeir ganga á hann og vilja vita hvort það sé komin kona í spilin og hvað svo kona heiti. Í fyrstu var Úlli afar tregur til svars, en sagði svo íbygginn, þessi kona heitir Aldís. Þeir Páll og Barði voru engu nær þessa huldukonu. Steinun heitir Steinun Aldís og ættuð frá Tálknafirði.
dóttir hjónanna Jakobs Einars Ármannssonar frá Miðtungu í Tálknafirði og Guðjónu Ólafsdóttur frá Sellátrum. Og svona einmitt sönn ást. Hún lifir mótlæti og áratuga aðskilnað. Og það var eins og þau, Úlfar og Steinunn, hafi bæði vitað innst inni að þau myndu ná aftur saman. Því Úlli geymdi alltaf giftingarhringana og Steinunn postulínsplattan með nöfnunum þeirra. Svona platta eins og maður setur á útidyrahurðina. Og síðastliðinn áratug eða svo hafa þau búið saman hér á Drafnargötu 2. Börnin þeirra, Jakob Einar, hann er kvæntur Kristínu Huldu Guðjónsdóttur og þau eiga 3 syni, Hauk Rafn, Loga Hrafn og Arnar Tór. Dóttirinn Kristín er gift Frey Björnsyni og börn þeirra eru Bríet Emma, Auðun Darri og Elín Hekla. Úlfar naut þess að vera samvistum við börnin sín og barnabörnin. Hann tók þau með sér í allt og hafði mikla ánægju af því að kenna þeim og leiðbeina. Einsi og Stína hafa bæði starfað hjá föður sínum lengri eða skemmri tíma og lærðu þann mikilvæga lærdóm, þá lexíu, að það sé allt í lagi að gera mistök, sem er nú mikilvægasta lexían sem við mennirnir þurfum að reyna. Gefast ekki upp. Alltaf ef það var eitthvað sem óx þeim í augum, þá var alltaf viðkvæðið hjá Úlla og hvað er málið? Tengdabörnum sínum tók hann opnum örmum. Hann var mikill vinur beggja, en best af öllu fannst honum að vera afi. Og hann var sannarlega góður og skemmtilegur afi, hreint alveg frábær. Eða eins og barnabörnin segja, stór glæsilegu maður afi minn. Hann var besti afi í heimi. Það var alltaf gaman að gera hvað sem er með afa. Og svo, mér finnst að allir þyrftu að eiga eitt svona eins og Úlla afa. Og myndirnar hér í sálmaskráni, þær tala sínu máli. Það sýna Úlfar við leik og störf með fólkinu sem honum þótti vænst og bílunum, því að Úlli, hann var með mikla bíladellu og hefur í gegnum tíðina átt ótal marga bíla og fjölskyldualbúmin á Drafnargötunni eru full af myndum af bílum og auðvitað fjölskyldunni líka með bílunum. Og bílaskiptin, þau voru stundum svo ör að hún Steinunn vissi ekki að morgni á hvaða bíl hún færi heim að kveldi. Og Úlli var mikill jeppakall og hann var í Samfarafélaginu sem er félag áhugafólks jeppaferðir og það er varla til sá vegaslóði hér á landi sem Úlli hefur ekki farið. Jökulár, fjöll og dalir, allt hefur verið lagt undir. Börnin hafa farið ótal jeppaferðir með föður sínum. Stundum þurftu þau að hírast inn í bíl tímunum saman á meðan óveðrið buldi fyrir utan og þá fannst þeim ekki alltaf skemmtilegt. Steinunn og Úlli hafa líka ferðast vítt og breitt á húsbílnum, oft með börnum og barnabörnum, en líka í félagsskap systra Steinunnar og eiginmanna þeirra. Í þeim ferðum var Úlli sjálfkjörinn leiðtogi, enda hafsjór á þekkingu á þeim svæðum sem ferðast var Ferðahraðinn miðaðist við hestöfl gamla bensínsans og því þurfti æði ofta að stoppa, taka kaffibolla og segja nokkra góðar sögur. Og svo fór Úlli stundum á húsbílnum í veislur, því það hafði þann ótvíræða kost að þá gat hann brugðið sér aðeins frá og lagt sig eftir matinn, sem er kostur. Úlfar hugsaði einstaklega vel bílana sína. Hann var vandvirkur og góður vélamaður og fórst allt vel úr hendi sem hann snerti á. Þolinmæði hans og sköpunargáfa komu sér ekki síður vel í hinu áhugamálinu
líkanasmíði báta og skipa. Þá hafði hann yndi af tónlist og tónlistin hér í athöfninni á öll vísun í líf Úlfars. En hann vildi alltaf hafa kraft í flutningnum. Hann og Stína, dóttir hans, deildu aðdáun á Céline Dion og fóru saman til Parísar á tónleika með söngdífunni, þeim báðum til mikillar ánægju. Úlfar var rólegur og yfirvegaður. Hann vissi að hlutirnir gengu ekkert betur fyrir sig þó hlaupið væri til með æsingi og látum. Það kemur allt með hægðinni, segir máltækið, en hann var fastur fyrir og var ekki haggað, væri hann búinn að ákveða eitthvað. Svo var hann afskaplega hugmyndaríkur maður, datt ýmislegt í hug, margt gott. Og hér á Flateyri er starfandi fyrirtæki sem Úlli kom af stað, sem framleiðir hágæða saltsteina fyrir hesta og búpening. Hann var hjálpsamur og taldi ekki eftir sér að hjálpa fólki sem leitaði til hans. Ófáir hafa fengið aðstöðu í skúrnum hjá honum til að gera upp gamla muni og endursmíða heilu bílana jafnvel. Það er ekki hægt að minnast Úlla án þess að minnast á Scaniun hans. Hún var aðalbíllinn og mikið föndraði hana í þau fjölmörgu ár sem hún var hans. Scanian fær það virðingarhlutverk hér á eftir að flytja kistuna út í garð. Fyrst verður tekinn einn hringur, svona menningarhringur, eins og Úlli tók alltaf. Þetta verður síðasti hringurinn eyrina. Á meðan bíðum við hér annarkvort inn í kirkjunni eða fyrir utan og fylgjum svo eftir Scaniunni upp í garð. Kærleikurinn er ekki hugtak. Það væri hægt að hafa mörg orð kærleikan og vináttuna. Það mætti vitna í ljóð og fallega sögur eða hugleiðingar heimspekinga, en ekkert af því er kærleikur. Kærleikurinn er hið lifaða líf. Hann er einungis að finna í samskiptum fólks. Hann birtist í hugulsemi og ljúfu atlæti, í umhyggju og stuðningi, hvatningu í mótbyr og erfiðleikum. Og það er þess konar kærleikur sem lifir dauðan og fylgir okkur áfram inn í annan heim. Trúin segir, vinir aldrei vinum tína og að anda sem unnast fær eilífð aldrei að skilið. Í ástinni er nefnilega fólginn ákveðinn ódauðleiki. Því hafið þú elskað einhvern, þá gleymir honum aldrei. Hvað gerist við dauðan? Jú, við fæðumst inn á nýtt svið, nýtt tilverusvið eða förum inn í nýja vídd, Guðs víddina. Sálin rís upp til eilífs lífs hjá Guði. Það verður nýr himinn og ný jörð, því Jesús hefur búið okkur stað á himnum. Við kveðjum Úlfar Önundarson í bili, minnug orða frelsarans, ég lifi og þér munuð lifa. Amen. Það þarf fólk eins og þig, fyrir fólk eins og mig, frá bláa lónsböðum að nyrstu sjávarströnd, frá velþekktum stöðum út í ókönnuð lönd. Þarf fólk eins og þig, fyrir fólk eins og mig.
dimmir í lífi mínum hríð, eru bros þín og hlýja svo blíð, og hvert sem þú ferð og hvar sem ég verð, þar fólk eins og þig, fyrir fólk eins og mig. Það þarf fólk eins og þig, fyrir fólk eins og mig, frá hlíðum Akureyrar inn í grænan Herjólfsdal, frá Hallormsstaðaskógi inn í fagran Skorradal, þar fólk eins og þig, fyrir fólk eins og mig. Ef dimmir í lífi mínum hríð, eru bros þín og hlýja svo blíð, og hvert sem þú ferð og hvar sem ég verð, þar fólk eins og þig, fyrir fólk eins og mig. Ef dimmir í lífi mínum hríð, eru bros þín og hlýja svo blíð, og hvert sem þú ferð og hvar sem ég verð, þar fólk eins og þig, fyrir fólk eins og mig. Þar fólk eins og þig, fyrir fólk eins og mig. Hingað að útförinni hafa borist samúðarkveðjur til fjölskyldu Úlfars, samofnar þakklæti til hans fyrir vináttu og tryggð. Þær kveðjur flytja frá börnum Barða og Elfu, þeim Jóhönnu og Davíð og fjölskyldu Davíðs, Óskari og Björgu á Sauðárkróki. Guð blessi minningu Úlla. Skulum biðja. Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss, Guð sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð, heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér, því að augum mín hafa séð hjálpræði þitt. Lifandi drottinn, vert okkur nálægur á hverri stundu hverfullar ævi og helga jarðlífssporin, svo að við studd náð þinni hljótum þá arfleið sem þú hefur kallað okkur til. Bless okkur öll í lífi og dauða. Blessa þú minningarnar sem þessi stund er helguð og lát þær bera þér vitni okkur til blessunar alla daga. Við þökkum þér fyrir að þú gafst okkur Úlfar Önundarson. Við felum þér hann og framtíð okkar allra, veit honum þinn eilífa frið og fögnuð í dýrð hjá þér. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorn. Amen. Og allar bænir okkar leggjum við inn í Faðirvorið og segjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir,
svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Rísa á fætur. Lofaðu sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upp rísa. Drottinn veit Úlfari Önundarsyni þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum, hann hvíli í þínum friði. Amen.
Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vorn Jesú Krist. Amen.